Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum að tala menntamál hér framalega í þættinum, mikilvægan málaflokk og mönnum finnst vera hálfgerð kreppa hér í menntuninni. Það berast svona frekar vondar fréttir þegar útlendingar fara að taka út menntakerfið hjá okkur. Tölum það hér á eftir. Verðum með í lok þáttarins Zoe Konstantopoulou sem grískur stjórnmálamaður, mjög skeleg kona, var forseti gríska þingsins, var þá í flokki forsætisráðherrans Tsipras, en sagði svo flokknum og mjög harðorð í garð þess hvernig gríska stjórnmálaelítan og svo Evrópusambandið og fleiri hafa farið með Grikki í þessari skelfilegu kreppu sem að þar hefur dunið yfir og hún ekki grynnri en bandaríska kreppan 1929 sem hófst þá. Síðan ætlum við að fá hér tvo frambjóðendur og þeir setjast hérna í panelin hjá okkur. Það Vigdís Hauksdóttir sem ætlar að bjóða sig fram fyrir miðflokkinn í borgarstjórnarkosningunum og Heiða Björg sem að sigraði í prófkjöri Samfylkingarinnar í gær, eða sigraði, hún vann annað sætið og sem sagt næst á eftir Degi Eggertssyni sem ekki hérna í þættinum. En við byrjum hér á vettvangi dagsins sem Páli Baldvini Baldvinssyni, Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur, Ragnari Þór Péturssyni og Runólu Ágústssyni. Og við ætlum að tala menntamál svolítið. Og það að berast þessar fréttir, PISA, OECD, Norræna ráðherranefndin, menn að sögn að gefa íslenska menntakerfinu bókstaflega fallengu. Runólfur. Já, ég held að sé varla hægt að orða það öðruvísi. Þessar PISA-niðurstöður sem hafa nú legið fyrir nokkurn tíma en koma fram í þessari skýrslu, þessari norrænu skýrslu, sýna það að börnin okkur hefur ekki, þau standa vera vígi, hvað snertir bæði lestur og stærðfræði heldur en okkar helstu nágrannalönd og okkur svona heldur að fara aftur frekar en hitt. Þannig að ástandið að versna. Þetta gerist á sama tíma og þegar við horfum á grunnskólan að við sjáum að við erum að verja ágætis fjármagni í það skólastig samanborið við önnur lönd. Þannig að skortur á fjármagni varla ástæðan fyrir þessari slöku frammistöðu. Á sama tíma hins vegar eru kennarar hér með tiltölulega lægri laun en víðast annars staðar. Þannig að maður spyr sig í hvað fjármagnið að fara ef það ekki að skila sér í launum kennara og ekki að skila sér í gæðum. Á sama tíma síðan hér viðvarandi og mikið brottfall úr framhaldsskólum, þar sem að 2 af hverjum 10 nemendum sem að hefja framhaldsskólanámi nánast hrekjast úr námi og ljúka því ekki. Þetta 2-falt hærra hlutfall en eiginlega alls staðar í kringum okkur. Og síðan í þriðja atriði sem kemur fram í þessari skýrslu líka það, sem líka mjög alvarlegt, að menntakerfið virðist nánast algjörlega sinnulaust gagnvart innflytjendum, sem jú að verða 10% þjóðarinnar, hátt í 20% sem stærri svo Suðurnesjum, og lykilatriði til þess að aðlaga þessa nýju íbúa okkar samfélagi þetta að beita menntakerfinu sem við erum ekki að gera. Já. Þeir koma verr út hér, innflytjendur, en á Norðurlöndunum. Páll Baldvin, hvernig horfir þetta við þér? Í fyrsta lagi þá náttúrulega spyr maður sig eða það hafa komið fram athugasemdir það bæði í Noregi og Danmörku varðandi mæli tækin sem PISA að beita og þó að það sé nú kannski ekki ástæða til þess að fara að efast þetta ástand að þá rétt að hafa það í huga að menn nú ekki svona alveg á einu málum að þau mælitæki séu rétt og gefi rétta mynd. Við erum náttúrulega að reka menntakerfi sem nokkuð lagskipt og þar sem ég þekki til í grunnskólanum að þá sjáum við það að það mismunandi árangur eftir skólum og mismunandi árangur eftir landshlutum. Og það náttúrulega mjög alvarlegt að menn skuli allt í einu rjúka upp núna og segja að þetta ólagi, þetta ólagi að því það komin skýrsla meðan við erum búin að sjá náttúrulega í nokkur ár að það eitthvað ekki í lagi á þessu stigi. Það alveg rétt sem Runólfur segir að það verið að eyða miklum peningum í það. Við erum mjög víða held ég fastir í gömlu skipulagi. Og ég held að það ráðist nú bara meðal annars af stéttarhagsmunum kennarana sem hafa náttúrulega verið í mörg ár í varnarbaráttu fyrir sínum launum. Já. Og það búið að gera breytingar til dæmis á kennaramenntun sem við erum að sjá að ekki skila þeim árangri sem menn ætluðust til. Þó að það gefi kannski einhverjum sem með 5 ára nám aðeins laun. Já.
Þannig að þetta svolítið flækja sem að mjög erfitt að átta sig á. Víða eru bekkjadeildirnar alltaf stórar og með náttúrulega því að fara í skóla án aðgreiningar þá erum við að kalla fullt af börnum inn í stórar bekkjadeildir sem að þyrftu í rauninni að njóta alveg sérstakrar aðstoðar. Mér fannst það mjög merkilegt á sínum tíma þegar ég bjó í London og horfði þar á 5 ára bekkjadeild og það voru vísu 30 börn en það voru 2 herbergi og það voru 2 kennarar og þeir skiptu með sér verkum þannig að það var annar þeirra var að kenna krökkum í einstaklingskennslu að lesa meðan að hinn sá hópinn. Og ég held að við búum bara við kerfi sem að þyrfti talsverða uppstokkun. Gamla bekkjarhugmyndin, hún sé ennþá við lýði sem að ætti að leysa upp. Kannski ætti að fara í það að færa fólk á milli árganga og hafa skipulagið allt aðeins lausara heldur en það Möguleikarnir eru óþrjótandi. Fjármagnið sem að skólarnir eru að fá, grunnskólarnir, það ekkert ýkja mikið og tilflutningurinn yfir á sveitarstjórnarstigið, hann hefur í rauninni sett sveitarfélögin í þá klemmu að þau halda mjög utan fjárhag grunnskólans. Þannig að sveigjanleikinn fjárhagslega, hann mjög lítill í öllu kerfinu. Svo horfum við upp á það að það náttúrulega haldið mjög fast utan alla útgáfu á skólaefni. Þannig að þetta mjög margþættur vandi, held ég. Þetta nokkuð ræða hjá Páli og hann greinir vanda svona frá ýmsum hliðum. Þú hefur náttúrulega, þú ert fyrrverandi borgarfulltrúi, en þú hefur farið yfir í skólamálin og menntamálin, ert að beita þér í þeim og ert með fyrirtæki á því sviði. Já, og ég var áður aðstofamaður ráðherra, þannig að ég hef verið á öllum stigum þessa máls nema inn í kennslustofunni sjálfri og ég í grunninn á því að kennararnir eigi að fá að vera í friði þar með fín laun og góða aðstæður. En almennt ég orðin ógeðslega þreytt og pirruð á þessum skýrslum og þáttum eins og þessum með fullri virðingu þar sem að við tölum eitthvað hérna, svo bara hætta allir að tala þetta, svo kemur næsta skýrsla og við byrjum aftur, en það engin aðgerðaráætlun í gangi, það 0. Og þetta svona, sko, eins og bara í gær og í fyrra dag þá voru allir að benda okkur annan, kennarasamtök var að benda á stjórnarmennir og kennarana og þetta fer alltaf í sama farveginn af því að þetta svo marg höfða þurs og það svo mikið af stjórnsýslu stigum að skipta sér menntamálum og enginn að draga vagnin. Það enginn að setja markmiðin, stjórnmálamennirnir eru bara svona, þú veist, með fullri virðingu líka fyrir þeim, að gera eitthvað gott, tala eitthvað fallegt og hugmyndafræðilega hljómar þetta allt súpervel, en svo eru þeir bara farnir í eitthvað annað eftir 4 ár. Og við erum ekki með kjósendur einu sinni, það kýs enginn menntamál. Nei. Þetta samfélagslegt mein. Það ekki hægt að segja þetta sé bara eitthvað 1 eða 2 eða 3. Við erum ekki að setja þetta í fyrsta sæti. Við erum sammála að búa til skólan aðgreiningar hérna og við hendum þessu í gang. Við sendum 5 ára nám á kennara, við hættum að gefa út bækur, við gerum þetta allt voða skemmtilegt en það engin eftirfylgni, það engar rannsóknir og það engin sem gerir upp ákvarðanir fyrir en að einhver erlend skýrsla kemur. Og hér komin skýrsla að skólan aðgreiningar sé í algjöru uppnámi sem kennarar búin að segja frá fyrsta degi. En hvað verið að gera? Það ennþá verið að tala þessa skýrslu. Og þetta það sem mér finnst svona lykilatriði í þessari umræðu, að það þarf væntanlega þá ríkisstjórn að vera hérna með 15 til 20 ára markmiðaplan sem ekki hægt að hreyfa, eins og Skandinavíar gera. Þeir gera ákvörðunartökuplagg sem setur kjört af því að skólinni vestur þeirra alltaf verið að snúa honum fram og tilbaka og henda þróunarverkefnum átaksverkefnum. Við erum sjúklega góð í því. Þróunarverkefni, átaksverkefni og svo veitum ekkert hvað gerist við þetta. Ragnar, þetta hérna, gaman að heyra hvað þú segir. Þú ert að taka við sem formaður Kennarasambands Íslands. Sko það heilmikið glóra í öllu sem hefur verið sagt, en það er líka ákveðin hlut sem ég ekki sammála og held að sé ekki réttir. Og það er rétt, menntamál eru málaflokkur sem að þjóðin hefur miklu meiri skoðanir á heldur en áhuga. Já, það er mjög vel á það. Ég fór í Sund í morgun ári, ég kom hingað og þar var kona í heitapottinu sem leysti þetta og vandamáli í menntakerfisins er að þetta er allt fólk af félagsfræðibraut sem kann þar að leiðandi ekkert neitt, sagði hann. Það er heilmargt búið okkur hefur verið
þessa PISA-rannsóknir og þessi skýrsla sem kom, þetta eru ekki nýjar upplýsingar, þetta lá fyrir ári síðan með PISA niðurstöðuna. Okkur hefur hrakað í lesskilningi frá aldamótum, jafnt og þétt allan tíman og ekkert sem við höfum gert hefur náð að koma í veg fyrir það. Hér voru sett framtíðarplön, hér voru sett langtímaáætlanir. Jafnvel þó við hefðum haldið okkur í PISA þá sáu allir fyrir 10-15 árum að hér þurfti að gera stór átak í menntamálum. Það er það sem Skandinavíu hefur að gera, allir að gera. Hér voru sett nýju lög, hér voru búin til samfella skólastiga, hér var kennaranámi lengt. Það er ástæða bak við allt saman. Þetta átt að skila ákveðnum hlutum sem það hefur ekki gert. Ýmsar ástæður til, ég sammála menntakerfið er of íhaldsamt, en mig grunar samt að íhaldssömu skólarnir séu ekki að standa sig verið en hinir á þessum mælikvörðum. Ég hef það ekki staðfest. Ég sé 3 hluti sem að hafa svona gert okkur erfitt fyrir. Efnahagshrunið hafði vond áhrif á menntakerfið og þegar að kennaramenntunin var lengt þá átti að fylgja því kjarabætur sem kom ekki, það hafði líka vond áhrif. Alvarlegasti þátturinn að mínu mati og það er skýrsla sem að staðfesti það sem kom út 2016 eftir síðustu PISA-könnun að það er að ég held að sko það er ekki tilviljun okkur hefur hrakað á 18 árum eða 16 til 17 árum hefur okkur hrakað í lesskilningi sem nemur hálfu skólaári. Það er þessi munur sem við að mæla, þetta verður ekki átt sér stað í Skandinavíu samanmæli, samt eru þau að nota spjaldtölvur og þau eru í snjalltækjunum, en hér á Íslandi hefur eitthvað sérstakt gerð sem veldur því að það er svona 5% svona gat í lesskilningi nemenda þegar eru orðnir 16 ára eða 15 ára. Og ég held að ungmennin okkar séu hreinlega að einhverju leyti að flytja burt úr íslensku málheimi. Ég held að þar liggi ákveðin áskorun sem við erum að sjá. Ég gerði tilraun á mínum nemendum, ég lét þau fá PISA-spurningar í vikunni. Ég lét þau ekki fá upplýsingarnar, PISA-prófin eru mikið lestrarpróf. Ég lét þau bara fá spurningarnar, þetta dag og nótt og árstíðir og svona. 85% gátu svaraði. Þau þurftu að lesa textan á undan og svara síðan og stóð þessi verð. Þau eru ekki eins læs á íslenskt mál. Og það er ekki eitthvað sem er bundið við grunnskólan þó við sjáum þetta birtast þar. Þetta er sjúkdómseinkenni held ég á heilli þjóð vegna þess að 2010 keyptu menn 8 bækur að meðaltali á mann á Íslandi. 2016 er þetta komið niður í 4,2, eitthvað svoleiðis. Þetta er Danmörku líka, þeir eru að yfirgefa dönskuna. Já, og þetta er ekkert íslenskt. Þetta er ekkert bundið við Íslandi. Jú, þetta er á Íslandi og við sjáum það í skólanum. Á Íslandi, sérstaklega bráðgeru nemendurnir okkar, að þegar þeir eru konið í svona 7., 7., 8. bekk, þá fara þeir að sinna sínum áhugamálum á ensku. Þetta er ekki nærri því sem að mæla í Danmörku. Tala saman á ensku. Þau tala saman á ensku, þau búa yfir hugtakaforða og ég held að þetta sé alvarlegra á Íslandi heldur en víða og ég held að sé ekki tilviljun að Íslendingar eru hættir að geta skilið veðurfréttir á íslensku og þurfa að fá bara litakóða til að vita hvernig veðrið er úti. Þetta með læsið, af því að það er grunnurinn að vandamálinu í brottfalli, grunnurinn að vandamálinu fyrir útlendingana. Ekki bara læsið, heldur samkvæmt rannsóknin 2016, orðaforði. Já, ég ætla að taka það með. Þetta grundvallarmál hefur ekki verið tekið föstum tökum þó að við séum búin að sjá þetta frá 2000. Það er hægt að segja að við höfum breytt fullt á dótu og pínu mín gagnrýni við að breyta miklu og hratt á þess að skoða hvað afleiðingarnar. Og þetta gildir ekki bara læsi, þetta gildir líka stærðfræðina. Við erum líka slök þar og okkur er líka hraka þar. Þannig ég er ekki endilega viss að þetta sé kannski partur á skýringunni, en ég þurfum að spyrja bara mjög krítískra spurninga. Við þurfum að spyrja þetta fjármagn sem er að fara í grunnskólan. Fyrst að það er ekki að skila sér til kennarana, í hvað er það að fara? Við þurfum að spyrja skóla án aðgreiningar. Hverju hefur sú stefna skilað okkur, fjárhagslega og faglega ekki síður, hverju er hún að skila þeim börnum sem að þurfa þjónustu að halda, eru þau að fá viðeigandi þjónustu, og hverju er hún að skila skólakerfinu í heild. Tölum og síðan þurfum við líka líka ræðum gæði kennarana. Það er ekki verið að mæla nokkuð skapaðan hlut. Við vitum ekkert þetta. Og þegar við tölum mælingar hérna á Íslandi, þá fer allt aftur í skotgrafirnar. Bara PISA er ónýtt og þetta er ónýtt og við megum ekki og þetta hefur áhrif á börnin. En ef við mælum ekki neitt, þá vitum við ekki neitt. Og við getum ekki gert þetta svona. Þetta þarf að sjálfsögðu að greina og skoða og mæla. Og við þurfum líka að skoða gæði kennarana. Það er ekki að tala gæði þeirra einstaklinga sem að kenna, heldur gæði kennara námsins. Þar höfum við 2 háskóla sem að kenna, mennta kennara. Þeir eru báðir að nálgast þetta verkefni mjög akademist. Það verið að kenna gríðarlega mikið af kennslu og uppeldisfræði greinum, kennslufræðilegum,
en það tiltölulega lítil áherslu á æfingakennslu og svona þessa praktísku nálgun. Þannig erum við kannski að nálgast þetta verkefni öðruvísin til mynda Finnar sem að hýsa megnið að sínu kennaranámi í fagháskólum sem eru rúmlega með praktískari nálgun. Má spyrja, eru íslenskir háskólar kannski frekar að útskrifa kennslufræðinga heldur kennara? Má spyr, ég veit það ekki. Ég held að það sé alveg spursmál. Já, sko, nei, hér, sko, þetta því mjög dálítið grunnumræða. Ég sammála Ragnari, við verðum að fara. Dempa fram hérna hvað með peningana, og þetta hefur verið haldreipi samband sveitarfélaga sem þeir tóku í grunnskólanum til að horfast ekki í augu við hana vanda að þeir sé að dæla fullt af peningum í menntakerfið. Það er rétt. Það til skýrsla, þeir hafa gert skýrslur þar sem segja í hvað þessi peningar fara. En þar reyna menn að beina alltaf sjónum að kennurum vegna þess að það langmest að laununum og launakostnað vegna þess að það eina sem þeir hafa sem er hreyfanlegt í kerfinu. En það gríðarlegt fjármagn í kerfinu sem fer í húsnæði. Alveg ofboðslegt, miklu meira heldur en í samband og það kemur inn í heildarsumuna hjá okkur en ekki á mörgum öðrum þjóðum sem telja ekki húsnæðiskostnaði með. Það gríðarlegt fjármagn sem liggur í dreifbílinu. Það fullt af lausnum í því hvernig þetta minnka kostnað við kennslu í dreifbíli en það gríðarlegu kostnað bara á norðanverðu Vestfjörðum. Norðan við Dýrafjörð eru fleiri fámenni skólar en í öllu Englandi. Þetta kostar ofboðslegt fjármagn. Það sem peningarnir hafa ekki farið í mannauðurinn og það eru svona að takast á í heiminum núna tvær grundvallar hugsjónir hvernig að þróa menntakerfi. Önnur byggir á fagmennsku starfsfólksins á gólfinu þannig að það er hreyfiafl framfaranna. Hinn byggir á samkeppni, stöðlun og svo framvegis. Menn hafa mismunandi skoðanir. Eflaust besta útgáfan einhvers konar syntesa af þessum hugmyndum. En það er ástæðan fyrir þessari gríðarlegu áherslu á að kennarinn sé kennslufræðingur. Það er svona 2 árum bætt við, það átti ekki að taka neitt á. Hann átti að verða öflugri fagmaður og þetta er leiðin sem hefur verið farið og það má ræða kosti og galla á þessu en í alþjóðlegum samanburði miklu betri árangur af því að fara þessa leið sem við ætluðum að fara en okkur brast örendi til að fylgja. Þetta er raunin það sem Finnlandi gera. En þegar við horfum upp á það sko að það er hrun í sko aðsókn í kennaranámi og maður reyndar skýringa því og það maður finnur svo sem kannski 3 aðalskýringar að það kannski námið er orðið býsna langt. Kjörin eru léleg og svo náttúrulega í góðæri á Íslandi kannski alveg ótalega margt annað sem að einhvern veginn fólki leitar í annað. Sko á Vesturlöndum það jókst í kennaranámi. Á Vesturlöndum fólk að mennta sig miklu lengur. Ef við höfum verið sett hér fyrir 7-8 árum þó ekki hvarflað að okkur að neinn væri að vílaða fyrir sér að fara í mastersnám. Það stemdu allir úr BA-námi í mastersnám og svo í doktorsnám og námið var alltaf að lengjast. Ástæðan fyrir hruni í ef við ætlum að ná menntakerfinu upp úr þessu og auka aðsókn sem líka forsenda þess að sé hægt að reka menntavísindasvið og Háskóla á Akureyri með að kenna þessar greinar að þá verður að vera aðsókn til þess að sé hægt að halda úti þeirri kennslu þarf og þá þarf ósköp einfaldlega að bæta kjörin eins og stóð alltaf til. Það stóð alltaf til að bæta kjörin, sveitarfélögin höfðu áhyggjur af þessu og lýstu þessu yfir og sögðu þið getið ekki lengt bara námið ef það fylgir síðan ekki fjármagn. Það kemur hrun, sveitarfélögin að vinna sig út úr því og það er alveg eðlilegt. Það þurfa allir að taka til þess. En núna standa sveitarfélögin betur en nokkru sinni fyrr. Það eru góða framtíðarhorfur hjá sveitarfélögunum. Samt sem áður hafa þau fest í eitthvað sem heitir SALEK, þannig að þau hafa skuldbundið sig til að bæta ekki kjörin hjá kennurum. Þau hafa fullyrt það að samningarnir sem voru gerðir síðast passi innan SALEK og þeir hafa ekki farið fram úr sér. Núna eru 2 stærstu kennarahóparnir, eða 2 af stóru kennarahópunum samningslausir og sveitarfélögin eru lémagna og vita ekki hvað þau að gera. Og ef þú fengir hérna til dæmis Dag og Halldór Halldórsson til að setjast niður til að tala borgarlínu, þá myndu þeir rífa kjaft hérna í hálftíma. Ef þeir setjast niður til að tala menntamál, þá sitja hérna þegjandi og vita ekki hvað að segja. Því að Samband sveitarfélaga hefur búið til hérna lamandi ástand sem ein af ástæðum þess að við erum að klúðra menntakerfinu okkar. Ég veit að þetta er svona ákveðin lína sem að Ragnar þarf að taka, en ég vil fá að segja að það þarf að huga að líka aðbúnaði eins og Páll talaði. Skólastofan sjálf er bara hún er hrá og kennarinn er ekki með tæki og tól fyrir allar þessar breytingar sem við erum að krefjast af skólakerfinu. Við höfum heldur ekki bara byggt utan skólana stuðningskerfi og ástæðan fyrir því að landsbyggðin er svona miklu lægra meðaltali að þegar ríkið skilar þessu til sveitarfélagana þá rofnar öll stuðningsþjónusta, bara öll. Og við erum hér bara í æðislega stöðu að segja þetta er sjálfstæði sveitarfélagin eru sjálfstæði til að taka þessar ákvarðanir nærþjónusta. Hver svarar auglýsingum hálft starfi sérkennslu út á land?
Hver gerir það? Þetta bara virkar ekki. Það ekki hægt að styðja landsbyggðina með einhverjum orðum. Það verður að laga þetta almennilega. Þetta ekki bara landsbyggðarvandi. Gæðunum hefur líka hrakað hér á höfuðborgarsvæðinu. Lesskilningur hefur minnkað og það aftur og við höfum ekkert gæðin, helmingur barna Erlendsbergi brautarnir í Reykjavík það þarf ríkið þarf að fókusera. Við sjáum líka dæmi það. En það misskilningur, skólinn fór bara til sveitarfélagana, það var sem sagt bara illa staðið að því. Það alltaf illa staðið þessum innleiðingu. Bara fyrirgefið. Við erum rosa duglega að segja og henda inn í lög, svo bara fylgja peningar ekki við innleiðingu. Við getum heldur ekki endalaust verið að velta okkur upp í fortíðinni sem gerðist hér þegar þetta fært yfir, að horfa fram á veginn. Við sjáum það hægt að taka á málum. Við sjáum til dæmis hvað hefur verið gert á Seltjarnarnesi. Þeir komu mjög illa út 2012, út úr PISA. Þeir fari í massífa vinnu, mér skilst að einasti bekkur byrja á lestri í klukkutíma, eina stund á mótnana og fóru upp í átak og þeir snar hækka sig og eru það hæstir á höfuðborgarsvæðinu. Það náttúrulega verið að gera það víðar. Nákvæmlega. Þannig að menn þurfa að greina þetta og meta, taka einstaka skóla og hressa þetta við. En hvað með ábyrgð, svo náttúrulega spurt, ábyrgð heimilanna foreldrana? Við getum ekki hent öllu hérna yfir á skólanum. Það náttúrulega er deilumál, það faglegt deilumál og hafandi verið í stjórn einkaskóla í núna áratug, þá ég búinn að vera að hlusta á kvabb í foreldrum eða heyra á kvabb í foreldrum yfir skipulagi sem byggir á því að krakkinn sendur heim og hann á að leysa ákveðin verkefni og hann á helst að leysa þau verkefni með foreldrum sínum og fólk hefur bara ekki nokkuð tíma til að sinna börnunum. Það bara sannleikurinn í málinu. Það algjörlega númer 4, 5 og 6 að fara að vinna með krakka þegar hann kemur heim með heimanum. Svo fer maður bara að kanna umræðu í öðrum löndum og þá eru menn bara að efast það að heimanám skili bara nokkrum árangri nema kannski einhverjum sterkum tilfinningarböndum milli barns og foreldris. Þannig að maður veit ekki alveg hvað maður á að biðja Við erum að horfa upp á það að þessi krakkar þeir hafa alveg rosalega mikið að gera. Þó það sé kannski ekki mikið að gera í skólanum. Nei, við erum að horfa á aukna íþróttaþátttöku, við erum að horfa á allskyns sérnám. Stór hluti af tímanum fer nú í það að keyra blessuð börnin fram og tilbaka borgarlandið, og ekki sínum talað dreifðar byggðir. Það tekur sinn tíma. Þannig að eitthvað verður að láta undan þegar við erum að tala það að lesskilningi bæði í starffræði og lestri, honum farir hnignandi, þá það óskup eðlilegt ef að menn að tölurnar eru alveg samskonar tákn í skilningi eins og bókstafinir. Þannig að það mjög eðlilegt að það haldist í hendur. Að taka skólana og tæknivæða það á einhvern hátt og reyna að samhæfa þann veruleika sem þessi börnir lifa í með alla sína spjaldtölvur og sína tölvuleiki og allt þetta dótar í. Það bara stórt verkefni. Og svo erum við að tala dóttir mín var að klára matthildi. Ef að ég ekki með henni í þessu sem foreldri, þá veit hún ekki hvað gírstöngu í bíl. Það þetta sem þetta snýst Ef að foreldrar ekki meðvitaðir hvað að gera, þá enginn sem segir þeim hvað þessi orð þýða. Og þetta lesskilningsmálið sem allir eru að tala Þú hefur verið í stjórn skóla sem einkaskóli, Landakotsskóla. Og það náttúrulega ein spurningin, ég meina þurfum við kannski meiri einkarekstur í þetta kerfi? Það náttúrulega komum við að þessu einkareksturs dæmi og þá hlaupa menn bara ofan í skotgrafinu, alveg undir eins. Við erum að horfa upp á einkarekstur í íslenska kerfinu alveg frá því að skólakerfið fer á stað í upphafi 19. aldar. Öll yngri kennsla lengi vel var í höndunum á kennurum sem voru að reka einkafyrirtæki. Allt tónlistarkerfið, allt myndlistarkerfið, öll ökukennslan, allt þetta einkaríkin fyrirtæki. Og það bara vegna ótta það að það verði farið að níðast á foreldrum og það verði styrkist stéttskipting með skólagjöldum og öðru slíku sem að menn eru hræddir við einkarekstur. Fyrir þetta náttúrulega stofnkostnaðurinn í skóla, hann er stór mál. Og mér hefur alltaf hugnast að það sé blandað kerfi í þessum efnum og ég skil ekki alveg ótta sem pólitíkus við það að hér séu reknir einkaskólar. Á Reykjavíkursvæðinu eru þau nokkrir. Þeir eru allir að ströggla við að halda sér á lífi. Mér finnst að það að veita í kerfinu ákveðið frelsi sem var tryggt í námskránni núna síðast það að það væri hægt að
að skólar gætu farið í einhverja átt, móta sína eigin stefnu, en það byggist náttúrulega því að það sé menntunarleg fórusta innan skólana og kennararnir hafa einhvern áhuga á því. Já, sko Mér finnst það sýnilega vanta. Og mér finnst þessi umræða með að vera á algjörum villigötum þegar við gleymum að skóli var búinn til að jafna kjör fólks og tryggja að öll börn fengju sambærilega menntun til þess að halda áfram í lífið. Nú horfum við á heilt skólakerfi sem einmitt að ýkja þennan mun. Við erum að horfa á kerfi sem að ýkja mun á milli fólks. Og eiginlega milli stétta þá. Og milli stétta og ýkir stéttaskiptingu og við sjáum að þessir útlendingar fari ekki í framhaldsskólann eða bara dett út á fyrsta ári. Aðeins þetta. Sko við erum ekkert að finna upp þessu umræðu. Þessi umræðu allan heim og þetta hluti af þessum stóru átakalínum. Samkeppni annað. Það sé meiri samkeppni á milli skóla. Að foreldrar beini börnunum í skóla sem gengur vel og frá börnum í skóla sem gengur illa. Meiri einkarekstur. Þetta hefur ekki gefist neitt sérstaklega vel það sem þetta hefur verið gert. Þetta hefur ekki skilað stórbættum árangri. Þetta hefur blásið upp á kúlur eins og í Flórída og fleiri stöðum og sem hafa síðan sprungið með hvelli og menn hafa setið uppi með menntakerfi sem verra heldur en að fara á stað með. En sterkasta röksemdi sem ég sé fyrir meiri einkarekstri í skólakerfinu eru þessi faglegu rök sem Páll er að nefna og það sem hefur gefið þessum rökum mest vægi er ákveðið miðstýringar árátta þeirra sem reka skólana, sveitarfélagin. Sveitarfélagin halda allt og fast alla þræði og hindra þar með þá fjölbreytni sem þarf að vera í þessu skólakerfi sem byggir á frjóu skapandi starfi í grasrótinni sem leiðir á sér þessa dýnamík sem þarf. Þannig að sko, það þarf alla að fara að slaka á þeirri kló og leyfa skólum og ég er algjörlega sammála Þorbjörg það að kennarinn þarf að hafa frelsi og hann þarf að hafa stuðning af fagfólkinu í kringum sig til að þróa skólastarf þannig að það verði betra. Og það gerist ekkert á sjálfu sér og þetta er margslungin og margþættur vefnaður og en við höfum ekkert efni á því að vanrækja þetta verkefni mikið lengur. Nei. Þetta er bara, við erum náttúrulega bara rétt að klóra yfir borðið en þetta er ágætt umræða. Nú ætla ég aðeins að breyta kúrs. Ég ætla að hleypa ykkur burt hér, Runólfur og Ragnar. Takk fyrir að vera hérna og fæ hér tvær konur hérna í settið. En ég ætla að þannig sem kosningarnar. Borgarstjórnarkosningar. Þú sást í borgarstjórn lengi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hvernig finnst þér horfurnar vera fyrir þessar kosningar? Hvernig finnst þér þinn gamli flokkur vera að koma til þessara kosningar? Sko að því ég nú í þessum gír í dag að vera bara dálítið beinskeytt að þá finnst mér Sjálfstæðisflokkurinn vera í allt og mikil tækifærismennsku í þessum kosningum. Að tala að það sé einhverja aðra lausnir á borðinu heldur en til dæmis borgarlínan eða einhver önnur skipulagsbreyting á borginni sjálfri. Ég held að þetta sé risavaxið verkefni sem að borgarfulltrúar voru á tímabili bara sammála og ég er smá hrædd við það að margir kveðji þá Sjálfstæðisflokkinn í kjölfarið sem að vilja kannski smá meiri frjálslyndi og svona unga borg og svona nýja stíl. En ég er svo sem hætti í þessu og hef ekkert þetta að segja, en prófkjörið endurspeglaði það mjög sterkt. Hann fekk mjög ríkt umboð, hann Eyþór vinur minn, en ég er ekki sammála honum, ég persónulega, hvernig strategían á að vera. En finnst þér þú sjá á spilin hjá honum? Ég meina þetta hefur náttúrulega fram að þessu þá hefur þetta verið bara mjög slagvarakennt og yfirborðskennt og nánast eins og maður sé að skýla sér á bak við það að hann treysti því að þessir frasar séu nóg til að byrja með og hann eigi eftir náttúrulega að taka listan og skipuleggja hvernig hann verður og raunverulega finna sæmileg rök fyrir þessum stefnumálum sem hann er að flagga. Já, og mér finnst samt það eru margir fundir búin að eiga sér stað áður en að listin er komin. Það er búið að leggja smá línunar. Okay. Þannig að mér líður þannig að það sé einhverjar aðrar lausnir á borðinu sem er eftir að koma, jú, sannarlega, og við hefum eftir að sjá þær. Það var náttúrulega ömurlegt ef flokkur sem er með fjórðungsfylgi í sveitarfélaginu ef hann og með þessa sögu ef hann ætlar að skella sér í kosningabaráttu og fyrst og fremst að vera bara með meira minna innantóm og illa rökstudd slagorð. Já, en þá komum við aftur að þessu umræfni þaðan. Fólk kýs einhvern veginn flugvöllinn 8-10 ári í röð, þú veist. Þetta er bara dálítið það er nú reyndar dálítið sérstakt með þessar borgarstjórnarkosningar. Ég er svona skoða kosningamál gegnum tíðina og það er alveg furðulega skrítin mál sem geta ofta orðið aðal. Það er bara tilvíðunar fuglahúsin á Hofsvallagötunni risa ekki í gær þá væru þau kosningamálið en það er náttúrulega